Forseti Íslands, ágætu áheyrendur. Í þessu erindi ætlum við Eiríkur Rögnvaldsson að kynna þetta verkefni, greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambilis sem Rannsóknarsjóður Íslands veitti öndvegis-styrk á vormánuðum 2016. Og það er kannski rétt að nefna í byrjun að þetta hugtak þarna, stafrænt sambili eða stafrænt málsambili, sem kemur fyrir í heiti erindisins, það sem sagt vísar til samskipta, stafrænna samskipta á tveimur eða fleiri tungumálum. Og við þetta vitum af öllum þessum samfélagsbreytingum sem hafa orðið undanfarin ára, ég mun ræða þau aðeins hérna á eftir, en sem sagt í dag þá eiga málleg samskipti sér ekki lengur stað bara svona augliti til auglitis, heldur einnig í gegnum stafræna tækni, til dæmis snjalltæki. Og í þessu verkefni okkar þá erum við að reyna svona að greina hvaða áhrif þessi nýja tegund málsambilis hefur á málumhverfið, málkunnáttu, málnotkun og svo líka viðhorf Íslendinga til íslensku og ensku. Og þetta hefur allt áhrif á stöðu og framtíð íslenskunnar. Og eins og þið sjáu að þessu yfirliti þá munum við byrja á því að ræða aðeins svona hefðbundna sýn á stöðu íslenskunnar í samfélaginu, til dæmis lífvænleika málsins, miðað við mælikvarða UNESCO frá árinu 2013, en síðan snúum við okkur að samfélags- og tæknibreytingum á Íslandi undanfarin áratug og áhrifum þeirra á íslenskuna, og síðan að rannsókn okkar á stafrænu sambili íslensku og ensku, kynnum megin markmið og rannsóknaraðferðir og svo fyrstu niðurstöðu sem liggja nú þegar fyrir úr netkönnun sem lögð var fyrir 13 ára og eldri. Við erum ekki enn komin eða búin að vinna úr niðurstöðunum fyrir börnin sem voru 3 til 12 ára, en þær niðurstöðu verður þetta alveg kannski enn athyglisverðar en þessar sem við erum með núna. Þannig ég þegar búin að segja Erna við þurfum að fá að koma aftur eftir ár held ég til að ræða þær. En kannski eins og flestir hafa tekið eftir, þá hefur umræða stöðu og framtíð íslenskunnar verið mjög áberandi í íslenskum fjölmiðlum undanfarin 3 ár eða svo. Og þar hafa menn rætt aukna enskunotkun í málsamfélaginu í kjölfar þessara snjalltækja og tæknibyltingar allar saman og líka auðvitað alþjóðavæðingar. Og svo eru þetta líka talstýrðu tækin sem virðast vera framtíðin. Og það hafa komið fram mjög skiptar skoðanir stöðu íslenskunnar og hvort að tunga muni lifa af þær samfélagsbreytingar sem nú að verða. En UNESCO, Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, hún hefur útbúið mælikvarða stöðu og lífvænleika tungumála og samkvæmt honum þá stendur íslenska mjög sterkt og raðað í efsta styrkleikaflokk, metin örugg. Og þetta mat byggist á þeim mælistikum og viðmiðum sem þið sjáið á þessari glæru. Og þá að lesa þetta svona línulega, flutningum máls á milli kynslóða og til þess að komast í þetta efsta þrep að vera metið örugt málið, þá þarf málið að vera notað af öllum aldurshópum. Fjöldi málhafa, það er engin mörk en því fleiri því betra og allir noti málið, að málið sé notað á öllum notkunarsviðum, sé hægt að notað allstaðar. Og svo framvegis og svo að það eigi þarna stafsetningu og allt þetta, ritmál og fleira. Þannig að út frá þessum mælistikum þá hefur íslenska verið metið örugg og til dæmis má nefna kannski sérstaklega mælistikur 4 og 5 sem taka til umdæma eða notkunarsviða málsins. Og þetta þá út af því að íslenskan eða kannski hefur verið, öllu heldur, notið á öllum sviðum þjóðlífsins hingað til í stjórnkerfinu, í menntakerfinu, í verslun og viðskiptum, í fjölmiðlum og menningarlífinu og öllum daglegum samskiptum fólks og á netinu. Þannig að spurningin sem sagt, stendur íslenskan þá ekki bara mjög sterkt, þetta ekki bara óþarfi að vera eitthvað að velta þessu mikið fyrir sér. En eins og við vitum þá hefur samt staða íslenskunnar veikst síðan að þetta mat UNESCO fór fram og það alls ekkert víst að íslenskan næði því að komast í þennan efsta styrkleikaflokk í dag. Og það má allir nefna allan þennan allt þetta erlenda vinnuafl sem hér á Íslandi í dag. Þannig að eins og við könnumst öll við að við förum á veitingahús í Reykjavík og jafnvel í verslanir, þá orðið erfitt að fá afgreiðslu á íslensku, það alltaf ensku. Þannig að notkunarsvið íslenskunnar í dag skert
og allavega þá í ferðaþjónustu, verslun og viðskiptum, tölvusamskiptum og þetta vil líka fleiri sviðum eins og kannski á menntastofnunum á háskólastiginu og víðar. En svo líka svona önnur stærri spurning í þessu sambandi við þessa kvarða að þessir kvarðar sem hafa verið notaði til að meta stöðu og lífvænleika tungumála, það er spurning hvort þeir dugi nú til dags af því að þeir eru ekki hannaði til að meta stöðu og lífvænleika tungumála á stafrænni öld sem 21. öldin. Þannig að þeir eru það gamlir að þeir taka ekki þetta stafræna málsambili sem við vorum að tala áðan inn í myndina. Þeir eru ennþá að ætlast til þess að málið samskipti fari fram svona augliti til auglitis. Þannig að líklega þetta mat UNESCO kvarðans þó að við getum iljað okkur svona við það en það er kannski ekki áræðanlegt. Þannig að þó að staða íslenskunnar virðist vissulega vera góð á yfirborðinu þá er hún brothætt teljum við og við teljum og Eiríkur hefur þetta verið mjög duglegur að færa rök fyrir því að álag á íslenskunnar hafi vaxið mjög mikið á undanförnum árum og muni fyrirsjáanlega aukast enn á næstunni með öllum þessum talstýrðu tækjum sem ennþá tala ekki íslensku. Og það eru svona ýmsar utanaðkomandi aðstæður þá fyrir þessu bæði samfélagsbreytingar og tæknibreytingar og þá má bara nefna ferðamannastrauminn eins og ég nefndi áðan sem hefur þetta haft mikil áhrif bæði í ferðaþjónustu og viðskiptalífinu, fjölgun fólks með annað móðurmál, aukið háskólastarf á ensku, alþjóðavæðingin hefur þetta líka sitt að segja í þessu öllu saman, þetta breytt heimsmynd hefur leitt til þess að fólk svona er miklu hreyfanlegri en áður og íslenskir unglingar, þeir sjá ekki endilega framtíð sína á Íslandi og það er þetta líklegt að alþjóðavæðingin hafi áhrif á viðhorf unglinga til íslenskunnar því þeir vita hún gagnast þeim ekki í LA eða Los Angeles eða New York eða einhvers staðar sem þau ímynda sér að þau muni starfa í framtíðinni þar sem þau lifa mikið í þessum stafræna heimi og hérna á YouTube og Netflix og kannski eru meira í stafrænum heimi en í raunheimi. Þannig að það er þetta sýnt því að erlendur rannsóknum að viðhorf fólks skiptir ofboðslega miklu máli fyrir stöðu og framtíð tungumála. Þau skipta eiginlega mestu máli, félagsleg viðhorf og félagslegi þættir, kannski frekar en málfræðilegir þættir. Og þetta hefur þetta sýnt til dæmis í írsku, að írskan, þetta viðhorfi til enskunnar var svolítið jákvætt á Írlandi á sínum tíma og þar urðu málskipti. Þannig að og í dag þetta Írar að eyða miklum peningum í að reyna að endur lífga við írskuna. Þannig að það er betra að við reynum að grípa inn í fyrr heldur en við lendum í sömu stöðu og þeir. Og síðan þetta snjalltækjabyltingin. Nær allir Íslendingar eiga snjallsíma og við skiljum þessi tæki eiginlega varla við okkur. Þetta þessi grófi við okkur fullanda fólki líka ekki satt. Það fer ekkert langt án síma síns. Og þannig að við erum svona sítengt alþjóðlegu menningarheimi sem að verulegu leyti á ensku. Og þar fólk og kannski reyndar helst börn og unglingar eins og niðurstöður okkar sína að spila gagnvirka tölvuleiki á ensku og horfa á myndefni á YouTube, Netflix og öðrum efnisveitum sem mest allt á ensku og ótextað. Þannig að sem sagt svona enskt máláreiti í dag nær til yngri barna og fleiri notkunarsvið en það hefur nokkuð tíman áður gerst eða nokkuð tíman áður nokkru sinni fyrr. Og svo má þetta líka nefna talstýringu tækja að framfarir í talgreiningu eru stórstígar og það talaði að á næstunni verði flestum tækjum að miklu leyti stjórna með tali og þar íslenska ekki boði, ekki enn. Og ég veit ekki hvort þið kannist við Alexu, þennan stafræna aðstoðamann sem var vist mjög vinsæl jólagjöf hér á landi síðustu jól, að hún hvorki talar né skilur íslensku. Og auðvitað margt jákvætt við þessar breytingar og að sjálfsögðu fögnum þetta tækninni og öllu því sem henni fylgir en það samt sem áður hætta á að hún þrengi stöðu hún hefur þegar þrengt stöðu íslenskunnar og þá má nefna svona fernskonar hugsanlegar afleiðingar fyrir málið af þessum tækni og samfélagsbreytingum öllum saman. Og í fyrsta lagi það að áhrif frá ensku aukast sem sagt á þá málið sem sagt í orðaforða, setningagerð, beygingar og framburð. Þannig að enskt málumhverfi hefur þá áhrif á form eða gerð íslenskunnar. Og sérstaklega kannski sérstaklega aukin enskunotkun í málumhverfi barna og unglinga á máltökuskeiði sem áhyggjuefni ef við berum hag íslenskunnar fyrir brjósti. Af því að börn á máltökuskeiði þau eru að taka málið og
þannig að aukið ensku áreiti þó líklega til að valda breytingum á formi íslenskunnar í málkerfi og máltilfinningu þeirra í hausnum á þeim. Og þetta kannski sérstaklega líklegt þar sem íslensku og ensku eru mjög skyld mál, af því að skyld mál þá eru oft, málsambili hefur þá oft meiri áhrif ef að málun eru skyld og svo líka hefur þessi viðhorf mikið að segja. Þannig ef viðhorfið er jákvætt þá hefur málsambili oft meiri áhrif. En þannig að íslenskan fari þá að líkjast ensku meira, svona orðaforða og málfræðilegri gerð. Og erlendir málfræðingar, þeir hafa sumir hverjir sérhæft sig í málsambili og áhrifum eins máls og annað og þeir hafa sett fram svona svokallaðan lántökuskala þar sem að hægt að spá, eða þar sem spáð fyrir svona málfræðilegar afleiðingar málsambilis eftir hversu náið það er. Og það fer sem sagt eftir þá magni og gæðum máláreitisins og fleiri þáttum og yfirleitt þetta byrjar svona málsambili með því að hafa áhrif á inntaksorð eða opnu orðflokkana, nafnorð, sagnorð, lýsingarorð, við svona sletta, ekki satt sko. En síðan fer það eftir því sem sambilið verður nánara þá fer þetta að hafa áhrif á málfræðilega gerð og líka kerfisorðina sem málfræðilegu lokuðu orðflokkana, samtengingar og beygingar og orðmyndun og svo á framburð líka, þannig að smá saman og þetta spurning hvort að fólk verður þá tvítengt eða hálftengt eða fær hvorki nógu mikið málárit á íslensku né ensku eða hvað gerist, en allavega þetta hefur verið rannsakað þannig að þetta er byggt á vísindalegum rannsóknum. Og í öðru lagi þá sem sagt minnkar íslenskt ílag, að talað ílag þá átt við svona máli áriti sem við heyrum og við erum að velta fyrir ykkur ýmsum spurningum í þessu sambandi, sem sagt hvaða áhrif hefur það á stöðu og framtíð íslenskunnar ef að máláritið minnkar íslenska máláritið í málumhverfi íslenskra barna og enskan tekur þá yfir hluta af því máláriti sem þau fengu áður á íslensku. Hvaða áhrif hefur það á málkunnáttu þeirra og annað. Og svo er það notkunarsvið, það er hægt að vera notkunarsvið íslenskunnar skerðist og kannski nefna til dæmis stafræna aðstofamanninn Alexu, að við höfum þetta mikið verið að velta fyrir okkur í rannsóknarhópnum hvaða áhrif það hefur á börn ef að heimilistækin tala við mann og skilja ekkert nema að tala við þau á ensku. Hvaða áhrif hefur þetta á börnin? Er ekki líklegt líka að þetta hafi áhrif á viðhorf barnanna þá til íslensku? Átti sjá að íslenskan sé bara ófullkomin eða ekki nógu góð í tækni og afþreyingu, einmitt kannski þau svið málsins sem að börnin og unglingarnir hafa mestan áhuga á, ekki satt. En sem sagt þá að notkunarsvið íslenskunnar skerðist, þá er þessi þáttur þarna. Og svo síðasta lagi þá er þetta með virðinguna fyrir íslenskuna að eins og ég var að segja að kannski hættulegast með börn og unglinga þegar þau átt að segja á því þá að íslenskan er bara beinlínis ónótæf á ákveðnum sviðum eða við ákveðnar aðstæður. Og auðvitað börn og unglinga líta mörg hver á sig svona sem hluta af alþjóðlegu menningarheimi, þau, eins og ég var að segja á það, þau lifa kannski þarna í þessum þáttum á Netflix sem þau eru að horfa mikið á og þar er þetta enskan þá lykillinn að öllu og einmitt Birna Arnbjörnsdóttir sem hefur nú rannsakað enska áhrif á íslensku mikið, hún hefur oft talað að enskan sé í dag kannski bara hagnýtt tæki, hún er kannski ekkert lengur annað erlent mál, hún er svona meira bara hagnýtt tæki, bara eitthvað sem maður þarf að kunna til að komast af í dag í samfélagi í dag, þessu alþjóðlega samfélagi. En þannig að allt þetta getur sem sagt haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir íslenskuna og framtíð hennar og þarna skipta þá börn og unglinga mestu máli af því að þetta á íslenskan allt sitt undir máltöku og málþroska ungra barna. Þau verða að heyra nægilega íslensku á fyrstu árum ævinnar eða fram að kynþroska og kannski svona fyrir 7-9 ára aldur til þess að þau beri málið áfram til næstu kynslóða. Ef það gerist ekki þá er íslenskan búin að vera, það er bara ljóst. Börn og unglingar eru þetta fjöregg íslenskunnar eða aðalega börnin. Og ef við drögum þessi atriði aðeins saman að þá er sem sagt hægt að halda því fram að aðstæður séu andstæður íslenskunni en nokkur sinni fyrr. Enskan er meiri og fleiri sviðum. Ensku áreitið er sem sagt svona meiri og viðtakar en áður. Þannig er líka til yngri barna, sem sagt viðtakandurnir eru yngri og svo er líka enskunotkun barna og unglinga miklu gagnvirkari en áður. Hún er ekki bara bundin við svona einhliða miðlun eins og í sjónvarpinu, en það er einmitt sýnt sig að svona samskipti eða gagnvirkni hefur eða svona ákjósanlegasta gerð máláreitis í máltöku barna, það er þessi gagnvirkni. Og það má
Má kannski líka nefna þetta hugtak stafrænan tungumáladauða sem hefur verið töluvert í umræðu stöðu og lífvænleika tungumála upp á síðkastið og hefur til dæmis verið rætt töluvert af ungverska fræðimanninum Andreas Kornai. En með þessu hugtaki þá sem sagt átt við að mál verði undir á netinu og í stafrænum samskiptum, sem sagt ekki notað í netheimi. Og það reyndar ennþá margt svona óljóst í sambandi við merkingu þessa hugtaks og það er ekki ljóst ennþá hvort að tungumál geti lifað góðu lífi í raunheimum þótt að deyjist inn í stafræna heimi, við vitum það ekki alveg ennþá. En það þetta spurning sko, út af þessum félagslegu þáttum, viðhorfi og öllu því sem ég talaði áðan. Og því hefur verið haldið fram að stafræn dauði bíði mjög margra tungumála og til dæmis í Evrópuverkefninu Metanet sem Eiríkur Rögnvaldsson, Sigrún Helgadóttir og fleiri stóðu að á stöðu 30 Evrópumála árið 2012 þá sem sagt kom í ljós að 21 af þeim 30 málum sem könnunin tók til ættu og hættu stafræna dauða. Að þau sem sagt næðu þá ekki að halda í við öra þróun í máltækni og stafrænum samskiptum. Og íslenska var sem sagt meðal þessara mála sem voru talin í hættu og stóðu reyndar næst verst allra málanna 30. Og Andreas Kornai, hann hefur haldið því fram að 95% allra tungumál í heiminum eigi á hættu stafræna dauða á næstu árum. Sem sagt. Aðeins nefna það. En þá snúðum við okkur að verkefnin okkar og eins og ég var búin að segja þá hlaut þetta 3 ára öndvegisstyrk rannsóknarsjóðs og við Eiríkur stýrum þessu verkefni. En við erum nú ekki eini þessu. Í verkefnishópnum eru auk verkefnastjóra þessir fræðimenn hér. Og þetta eru sem sagt innlendir samstarfsaðilar okkar. Og svo höfum við með okkur alveg afbragðslið framhaldsnema, bæði doktorsnemana Íris Eddu Novenstein, Þorbjörgu Þorvaldsdóttur og Ásrún Jóhannsdóttur og þessa meistaranema sem ég tel upp þarna. Og þessi nemendur, þeir hafa allir staðið sér alveg afbragðsvel og það er bara rétt að taka það fram að verkefni var ekki komið eins langt og það komið nema út af vinnu þessara nemenda. Maður er alveg störfum hlaðinn í Íslenska menningadeild, við erum bara næstu mánaðamót þegar Eiríkur hættir þá verðum við bara 2,5 eftir í íslensku nútímamáli og þetta er þetta mjög alvarlegt eins og Eiríkur hefur verið að benda á að það eru það bara 2,5 sem að þurfa að kenna íslenska málfræði, nútíma málvísindi og rannsaka líka og leiðbeina nemendum þannig að þetta bara gengur ekki því að Árnastofnun þó hún standi sér vel þá eru þetta ekki mjög margir þar sem að sinna íslensku nútímamáli. Þeir eru aðal í handritunum og fornmálinu. Og aðrir þáttakendur, þetta eru þessir erlendu þáttakendur og svo má einnig nefna aðstoða fólk við efnissöfnun og úrvinnslu sem eru þá BA-nemar sem við erum með, ég held við séum með 14 manns á launaskrá akkurat núna í verkefninu. En hugmyndin sem sagt að nota íslensku sem prófmál eða svona dæmi tungumál sem þá undir auknu álagi vegna þessara samfélagsbreytinga undanfarinna ára og við sem sagt vonumst til eða búist við að verkefni geti haft svona alþjóðlega skírskotun því íslenskan er ekkert ein í þessum potti, það er mjög mörg tungumál sem standa frammi fyrir því sama og íslenskan. En við erum kannski svona aðeins að reyna að vera eins og íslensk erfðagreining, svona íslensk samfélag er nógu lítið og allir svona vinalegir og leyfa mann að tala við sig en samt svona nógu stórt til þess að við getum fengið svona niðurstöðu sem við getum aðhæft út frá og hafa svona alþjóðlega skírskotin og líka að við fáum svona yfirlit yfir einkenni heils málsamfélags þá. Og megin markmið verkefnisins, ég ætla nú kannski bara, ég held að ég sé búin að fara nokkurn veginn í þetta bara lýsandi markmiðin að áttum okkur á stöðu og framtíð íslenskunnar og svo svona fræðileg markmið eins og til dæmis að þróa nýja mælikvarða og lífvænleika tungumála og við erum reyndar nú þegar það verk nú þegar hafið í samstarfi við Sebastian Drute á stofnun Vigdísar Finnbogadóttur. Og hér eru þessi 4 atriði sem aðallega eru könnuð í verkefninu, það er mál umhverfið, við erum að afla upplýsingum magn íslensku og ensku í málumhverfinu, hlutfall tíma sem menn hafa hvort mál í kringum sig og svo líka eðli þessa máláreitis, hvort það sé aðallega að ræða hlustun og lestur sem er svo kallað óvirt ílag, þar sem engin samskipti eiga sér stað eða hins vegar tal og skrif sem er þá svona virt ílag, þar sem samskipti eiga sér stað. Og þetta skiptir mála því virt ílag er svona ákjósanlegasta ílagið fyrir máltöku barna. Málkunnáttu, sem ég sagði áðan,
og svo líka erum við í þriðja lagi sem sagt höfum við áhuga að vita hvaða áhrif svona aukin enskunotkun í málumhverfinu hefur á málþróun íslenskunnar, svona á sjálfsbrotna breytingar í íslensku, hvernig þær þróast, hvort að þær verði fleiri og gangi hraðar fyrir sig en áður út af þessu kannski að börn fá minna íslenskt ílag, heyra íslensku minni í umhverfinu. Og svo viðhorf. Og ef við lítum á rannsóknar aðferðirnar þá eru þessi atriði könnuð með viðamikilli netkönnun sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sendi okkar nafni til 5.000 manna lagskipts handahófskennds úrtaks og þetta voru 10 aldurshópar frá 3 ára og upp úr og það er enda komið núna í ljós að elsti þáttakandi var 98 ára. Það er mjög ánægð með það. Og svo er þetta kannað með 400 manna viðtalskönnun þar sem við erum að taka svona ítarleg viðtöl við 400 Íslendingar sem eru valdir úr hópi þáttakanda sem tók þátt í netkönnuninni. Og þetta eru sem sagt tvö viðtöl sem taka 2 tíma hvort. Þannig að við erum svona virkilega að reyna að fá betri mynd af málkunnáttu hvers og eins, málnotkun og viðhorfum og þessu og málumhverfinu. Og svo er ætlunin að standa að 30.000 manna netkönnun, þá ætlum að setja netkannurnar á neti og leyfa öllum sem vilja taka þátt, þó við haldum þetta þeim upplýsingum síðan aðskildum frá handahófskennda úrtakinu. Og svo höfum við verið að taka rýnihópa viðtöl og líka viðtöl við kennara og nemendur í leikskólum og grunnskólum. Og staða verkefnisins núna er þannig að stóra netkönnunin, henni er lokið og þetta voru í rauninni 5 netkannanir sem að rannsóknarhópurinn setti saman því að það var ein fullorðinskönnun sem var sendið 3.500 13 ára eldri en síðan 4 mismunandi útgáfur á barnakönnuninni eftir aldri barnanna. Það var ekki hægt að leggja það saman fyrir 3-5 ára börn og fyrir 10-12 ára börn til dæmis. Þannig að þetta voru 4 mismunandi kannanir. Og svarhlutfallið í þessum könnunum báðum 41%, aldrei merkilegt. Þetta var aldrei löng og viðamikil könnun, þannig að spurning hvort að 41% sé eitthvað svona þak. Það kemur eiginlega sama tal út af báðum könnunum, það hefur verið sendar út á mismunandi tíma. Og 400 manna viðtalskönnunin, hún hafin og þessa mundir eins og ég sagði þá vinna 14 manns að því að taka þessi viðtöl eða nemendur og bæði Reykjavík út á landi og við höfum nú þegar lokið 45 svona viðtölum og við höfum tekið 1 rýnihópa viðtal og 17 viðtöl við kennari leik og grunnskólum. Og úrvinnsla úr fullorðinsnetkönnuninni sem sagt frá 13 ára eldri sem sagt hafin en eins og ég sagði erum við ekki farin að vinna úr barnakönnuninni. Og ég ætla nú bara að sleppa þess þarna aðeins en nefna þessar 5 MR-ritgerðir og hérna eru þær taldar upp og maður kannski nefna þessi fyrsta, hún var svona forkönnun, hún var unnin fyrir ári síðan þannig að áður en við fengum niðurstöður en fyrir 3 vikur síðan þá luku sem sagt 4 MA-nemar ritgerðum sínum og þetta er allt mjög áhugaverðar ritgerðir og sem sagt í því sem á eftir kemur þá ætla ég aðeins að nefna dæmi fyrstu niðurstöður úr þessari netkönnun 13 ára og eldri. Og hérna sjáum þið bara aldur og kyn, þetta voru eitthvað 1522 sem þau svör sem við nýtum úr fullorðinskönnuninni 13 ára eldri og það sést kannski að þáttaka minnst þarna í aldurshópnum 21 til 30 ára og næst minnst í aldurshópnum 16 til 20 en mest í hópnum 46 til 60 ára og eins og oft þá eru fleiri konur sem taka þátt en karlar. Og ef við skoðum fyrst svör þáttakanda við fullyrðingum að hugsa á ensku og tala ensku, þannig að þetta er svona málnotkun þáttakanda og hérna vinstra megin þá ég hugsa ofta ensku og hægra megin fullyrðingin ég tala stundum ensku við íslensku mælandi fólk í aðstæðum þar sem allir skilja og tala íslensku. Hér átt við meira en einstök orð og frasa, það hérna hægra megin. Og rauða súlan sýnir sem hlutfall þáttakanda sem eru mjög ósammála. Valmöguleikarnir voru sem sagt mjög ósammála, frekar ósammála, hvorki sammála, njósammála, frekar sammála, mjög sammála og vil ekki svara. Og rauðu súlurnar hérna sem svara mjög ósammála þessari fullyrðingu og þá sjáum við að hlutfall þeirra hæst í 3 aldurshópunum. Við sjáum það hérna vinstri 3 og það er svona jafnari hlutföllin hérna í 3 yngri aldurshópunum.
og grænu og gulu súlurnar, gulu og grænu súlurnar, þær sýna hlutfall þeirra sem eru mjög sammála og frekar sammála þessum fullyrðingum. Og þar sjáum við að það eru fleiri mjög eða frekar sammála þessu grænar og gula súlur í yngstu 3 aldurshópunum, þarna 13-30 enn í eldri hópunum. En súlan þarna hægra megin, kannski enn áhugaverðar, ég tala stundum með ensku, eins og við íslensku mælandi fólk, og hér sjáum við sem sagt að hlutfall mjög ósammála rauðu súlurnar langhæst í elsta aldurshópnum, en svona lækkar eftir því sem að þátttakendur verða yngri. Það 75% í elsta hópnum og 32% í þeim yngsta, sem eru sem sagt mjög ósammála. Og við sjáum þetta líka, rauðu súlurnar hér eru hærri í öllum aldurshópum en í fyrri fullyrðingunni. Kannski sést, ég veit ekki, já, þið sjáu þetta ekki. En það samt áhugavert að við þarna þessar myndinni hægra megin að þá þriðjungur 13-15 ára krakkana sem gular og grænar súlur eru sammála eða frekar sammála þessari fullyrðingu. Þeir tali ensku stundum við aðra, þó sé bara íslensku mælandi fólk í kringu þá. Og fjórðungur 16 ára til 30, sem eru mjög sammála eða frekar sammála þessu. Og við vitum ekki alveg, við erum að kanna þetta nánar í viðtölunum. Við þorum ekki alveg að fullyrða að þetta sé staðreynd, en hvort að fólk hafa eitthvað misskilið þessa spurningu, þessa fullyrðingu, en samt sem aður þetta rýmar þetta svo sem alveg við það sem maður alltaf að heyra allstaðar, að krakkar og unglingar séu mikið að tala á ensku, kannski af því að finnst það svo flott. Viðhorfið skiptir svo miklu máli. En niðurstöðurnar hérna sýna þetta verulegur munur á svörum aldurshópa og þetta á alveg við niðurstöðurnar almennt í alla niðurstöðurnar sem komnar eru. Hérna spurt eða talað fullyrðingin það mikilvægt að vera góður í íslensku annars vegar og svo það mikilvægt að vera góður í ensku hins vegar og íslenskan hérna vinstra megin og enskan hægra megin og þetta þá þetta viðhorf og við sjáum að flestir aldurshópar eru mjög eða frekar sammála, séu gular og grænar súlur, þetta alveg öfugt við það sem við sjáum áðan. Gulu og grænu súlurnar eru hæstar. En þrátt fyrir sem sagt að allir aldurshópar séu mjög sammála fullyrðingun á fyrri myndinni, að það sé mikilvægt að vera góður í íslensku, þá það samt sem áður lægri sjáðu í yngra aldurshópunum. Yngra fólkinu finnst ekki eins mikilvægt greinilega, samkvæmt þessu að vera mjög góður í íslensku eins og eldra fólkinu finnst, þó að allir séu þetta í megindráttum allir sammála þessu. En hlutfallið jafnara hvað varðar ensku, þarna á myndinni hægra megin. Þegar spurt enskuna og þar þetta svona 49-65%. Þannig að þessa niðurstöðu benda þá til að það sé tölverður munur á viðhorfi yngra og eldra fólks til íslensku, en viðhorfi til ensku sé kannski svona jafnara. Átti sér allir á því enskan sé mikilvæg, en eldra fólkinu finnst þess að mikilvægur en yngra fólkinu að vera góður í íslensku. Og hérna sjáum við rauninni bara það sama, þetta mikilvæg íslensku og ensku í nám og starfi. Sem sagt góð íslensku kunnátt mikilvægt til að ná árangri í nám og starfi og svo hins vegar ensku kunnátt og íslenskan hérna megin og enskan hinum megin og þetta bara mjög svipað, það sem sagt meiri munur aftur á svörum aldurshópum mikilvæg íslensku en ensku og yngra fólk, svona 13-45 ára ekki eins sammála því íslenskan sé mikilvæg og eldra fólk sem 46 ára og eldra þarna. Og aftur eru niðurstöðurnar fyrir ensku miklu jafnari. Síðan sjáum við hérna tungumál tækja og raddstýringar. Þetta aftur svona fullyrðingar sem fólk á að taka eða þátttakendur eiga að taka afstöðu til og þá það hérna mér finnst best að hafa tæki, til dæmis tölvur, sím og spjaldtölvur stilt á íslensku hérna vinstra megin en hægra megin ég gæti hugsað mér að nota ensku fyrir raddstýringu tækja, til dæmis Siri í iPhone. Og þarna sjáum við að það koma fram alveg gagnstæð viðhorf hjá elstu og yngstu aldurshópunum til þessara fullyrðingar. Það sem að 2 elstu aldurshópunir eru mest sammála fyrri fullyrðingunni, sjáðu gulu sólurnar, en 2 yngstu aldurshóparnir þeirri seinni eða hérna kannski 3 ég meina hérna hægra megin, já, sjáðu þar eru gulu sólurnar miklu hærri í 2 yngstu með enskuna, það var það sem ég var að hugsa þannig að yngsta kynslóðin hefur greinilega mjög jákvætt viðhorf til notkunar ensku í hinum ýmsu tækjum og næstu helmingur ungs fólks 49% á aldrinu 13-20 eru mjög sammála því að það gæti hugsa sér að nota ensku fyrir raddstýringu tækja. En þetta hlutfall komin í 6% hjá þeim sem eru 61 árs og eldri, þetta myndin þarna hægra megin. En 2 elstu aldurshóparnir vilja hafa þetta bara á íslensku. Svo hérna bara málumhverfið, þetta svona, eða mál og málnotkun, þetta sem sagt lestur og skrif og það sem kannski mest áberandi hér að hérna fjólubláu súlurnar, það hérna lesa bækur og blöð og við sjáum að
fjólubláu súlurnar eru hæstar þarna hjá eldri kynslóðunum, en grænu súlurnar sem snúast það að spjalla á netinu, það yngri kynslóðurnar, þetta kemur kannski ekki óvart. Og hérna áhorf, og hérna sjáum við þá hlutfall áhorfs á efni á netinu og efnisveitur, þetta eru sem sagt svona fjólublára rauðarsúlur, þær eru hærri hjá yngri aldurshópunum. En áhorf á íslenskar sjónvarpsstöðvar, það eru hérna gráar og bleikar súlur, er mest í eldri aldurshópunum, eða íslenskar enda gráu súlurnar. Já, erlendar eru það bleiku, þannig að gráu súlurnar eru hérna hærri hjá þeim eldri, þó að reyndar eldra fólki horfir tölvöld líka á erlendar sjónvarpsstöðvar greinilega. Og svo er það tölvuleikjaspilun með eða án samskipta við aðra spilara, og við sjáum að þetta hlutfall er langhæst í yngstu 2 aldurshópunum, 13–20. Grænt er sem sagt spilun tölvuleikja án samskipta við aðra spilara, sem er þetta greinilega algengari, en gult er spilun tölvuleikja með samskipti við aðra spilara, sem geta þá verið staddir í allt annarri heimsálfu. Það þurfa ekki að vera í Íslandi, það geta verið hvar sem er. Og svo er það hérna óvirk enskunotkun, þetta er sem að hlusta og lesa. Þarna eru þáttakendur beðnir að áætla gróflega hversu oft þeir hlusta og talaða ensku hérna megin, og að hægra megin lesa text á ensku. Og rauðu súlurnar sýna svarið daglega, og þá sjáum við þetta að það eru fleiri sem hlusta en lesa, og yngra fólk gerir töluvert meira af þessu en það eldra. Kannski sérstaklega hérna, með að hlusta og talaða ensku, sem nær mér hérna. Og svo er það virk enskunotkun, sem það tala eða skrifa þegar maður er að tjá sig, og þær sýna sem sagt að virka enskunotkun, að tala ensku hérna megin og skrifa ensku hinum megin, og þá sést þetta greinilega að virk enskunotkun er meiri í yngstu aldurshópunum en þeim eldri, og rauðu súlurnar er ennþá dagleg notkun, en gulu súlurnar sem sjaldnar en á 6 mánaða fresti er hins vegar hæst í elstu aldurshópunum. Og hérna, þetta getur þetta eitthvað tengst skólagöngu, yngri kynslóðurnar séu meira í að vinna skólaverkefni og svolítið á ensku, en samt sem áður þá hérna gefur þetta ákveðna mynd. En þetta er sem sagt bara svona nokkuð dæmi niðurstöður úr fullorðins netkönnuninni, en það verður þetta virkilega forvitnilegt þegar við förum að svona keyra saman svör við mismunandi spurningum, kannski sérstaklega ílags eða áreitispurningunum og viðhorfsspurningunum, svo við málnotkun og málkunnáttu hins vegar, sko. En í þessum MR-ritgerðum sem var verið að ljúka hjá okkur á 4, þá hefur þetta þegar verið keyrt saman, svona niðurstöður, og það eru þetta mjög áhugaverðar niðurstöður. Og hérna Dagbjört Guðmundsdóttir, ég er nú með 2 glærur hérna, ég get ekki haft þetta lengi uppi, en svona í megindráttum þá kemst hún að því í sinni MR-ritgerð að tölvuleikjaspilun með samskiptum við aðra spilara, sem svona gagnvirk notkun, sem fólk er að tala saman í gegnum tölvuleikjaspil á ensku, hún spáir að hluta til fyrir sem sagt, tal og skrif yngsta aldurshópsins, 13–15 ára unglinga, sem sagt ensku notkun yngsta aldurshópsins. Því meira sem þeir spila tölvuleiki við aðra spilara, því meira nota þeir ensku, svona virkan hátt. Og þeir unglingar sem nota ensku mest, það eru líka þeir sem eru jákvæðast í gagnvart enskunni. Elín Þórsdóttir, hún rannsakaði svona nýjungar í háttanotkun í íslensku, sem sagt viðtengingarhátt og framsöguhátt, og hérna er til dæmis ykkar hægra megin gefið dæmi, sem sagt þá svona inngangsetning, María er ekki á skrifstofunni svo vanalega, ég held að hún er í útlöndum, þannig ætti samkvæmt staðal íslensku eða hefðbundinni málnotkun að vera ég held hún sé í útlöndum, og Aron er örugglega ekki í vinnunni, ég veit að hann sé heima, ég veit að hann er heima. Og hún kemst sem sagt að því að þeir sem nota mikla ensku, sem sagt almennt, þeir eru líklegri til að samþykja svona tilbrigði eða nýjungar í háttanotkun sem samræmast ekki málhefð eða staðal íslensku, og þetta er þá framsöguháttur og viðtengingarháttur. Þannig að þessar niðurstöður hennar gætu sem sagt bent til þess að aukin enskunotkun, hún geti hraðað málbreytingu sem þegar eru til staðar í íslensku, sjálfsbrotnum breytingu sem eru komnar fram, og af því að þeir sem eru sem sagt nota mikla ensku, þeir eru óvissari hvort á að nota sé eða er. Og síðan er það Lilja Björk Stefánsdóttir, hún kemst að því að þáttakendur sem eru sem sagt mjög eða frekar sammála því að þá langi til að búa á Íslandi í framtíðinni, við vorum með mikil hausverkur þegar við höfum verið viku að forma þessa fullyrðingu, langar þið að búa á Íslandi í framtíðinni,
og hún kallar þessa sem eru mjög eða frekar sammála þessu heimdraga, sem hansi gott nafn, og heimdragar, þeir sem eru mjög eða frekar sammála því að það langar að búa á Íslandi í framtíðinni, þeir hafa jákvæðara viðhorf til íslensku en sá hópur sem mjög eða frekar ósammála þessari fullyrðingu, og þann hóp kallar hún heimsborgara. En heimsborgarar hafa hins vegar jákvæðara viðhorf til ensku. Þótt að sé samt ekki eins og áður, þá ekki eins mikill munur á viðhorfi hópana til ensku eins og til íslensku. Það meiri munur á hópunum heimdraugum og heimsborgurum gagnvart íslenskunni. Það sem heimsborgarar þykir kannski íslenskan ekki mjög mikilvæg. Og að lokum það svo Tinna Frímann Jökulsdóttir. Hún gerði sjálfstæða rannsókn en notaði reyndar viðhorfa og mál ílags spurningarnar úr okkar könnun, og hún var að rannsaka svokallaða stafræna aðstoðamenn, og hún kemst að því að þótt að þeir séu tiltölulega nýir á markanum, þá hafa 34% þáttakanda í könnunennar prófað þessa tækni og notkunin mest hjá yngri þáttakandunum. En samt sem áður var svona almenn samstaða, hún spurði svona það hvort að fólk vildi hafa þessa aðstofamenn á íslensku, og það voru alveg samstaða það, en það höfðu tæplega 80% þáttakanda lent í svona samskiptaorðuleikum við þessa stafrænu aðstofamenn af því að skildi ekki framburð þeirra, þannig að það alltaf áhugavert. En næstu skref eru síðan bara að viðtölin halda áfram og við förum allt land, við höldum áfram með rýnihópa viðtöl og viðtölum við kennara. Netkönnun verður fljótlega opnuð öllum sem vilja taka hana. Hvetjum ykkur til að skoða þetta, við hvort að fara yfir 41% markið þá. Og þetta úrvinnslan heldur áfram og við erum bara rétt að byrja. En auðvitað það sem ég var kannski að reyna að leggja áherslu á, þetta ég sérfræðingur í máltöku barna og ég held þetta eru börnin og unglingarnir. Þetta snýst allt börn og unglinga. Þau eru þetta, eins og ég sagði áðan, fjöregg íslenskunnar og ef við viljum styrkja stöðu íslenskunnar þá verðum við að beina sjónum okkar að börnum og unglingum á máltökuskeiði. Það lykillinn að öllu. Og einhvern veginn þurfum við að breyta viðhorfum til íslenskunnar. Það neikvætt. Við ekki finnum fyrir því, það alltaf örfáir skráðir í íslensku, en miklu fleiri sem fara í almenna bókmenntafræði eða almenn málvísindi, þó þeir endur þetta hjá okkur því við kennum heilmikið allavega allt í almenn málvísindunum. En þeir vilja bara ekki vera skráðir í íslensku. Það eitthvað neikvætt að vera að segja ég í íslensku. Það miklu flottar að segja ég í almenn málvísindi. Þannig að við þurfum einhvern veginn að breyta þessu viðhorfi og ég veit ekki hvernig á að gera það og þetta þurfa líka stjórnvöld kannski að taka þessi við sér við þetta rannsökum og rannsóknir öflum upplýsinga og niðurstaðna, en síðan verður þetta boltinn þetta hjá stjórnvöldum. Ef við viljum gera eitthvað í þessu þá þarf þetta að leggja eitthvað pening í þetta og mér finnst þetta einboðið að það eigi að vera þannig að aðflutt erlent vinnuafl sem kemur hingað til landsins að afgreiða kannski í búð eða veitingastað því sé kennd. Það ekki að kenna þeim íslensku til grunn alveg, en að þeir geta svona afgreitt íslendinga á íslensku. Það ætti ekki að, og atvinnurekendur verði bara að borga þann brúsa. Ég veit það ekki, kannski þetta flóknara, ég kannski á barnaleg, en takk fyrir mig. Já, við erum þá tíma fyrir nokkrar spurningar. Ég ætla nú að leyfa Eiríki að njóta sín aðeins, sko. Ég tek alla athyglinna hérna. Með mér, einhverjar spurning, já. Takk að kella eftir áhuga fyrir. Þetta ekki einmitt líka svolítið þetta með að maður sætti sig við það að fara á veitingahús og tala ensku. Þetta viðhorf okkar til íslensku. Við erum svo fljóta hendum til hliðar. Jú, vill maður, já. Nei, en við viljum, maður vill heldur ekki vera dónalega við ekki á einstaklingarna, þeir geta ekki að þessu gert, sko. En að því maður hefur heyrt svo sögur af erlendis að, þú veist, í Frakklandi þá myndi Frakkar ekki sætti sig við að tala ensku. Nei, einmitt. En svo snýst þetta líka það, sko, við erum orðin svo ónæmd fyrir þessu að við tökum ekkert eftir hvort við erum að lesa text á íslensku eða ensku, eða lesa skilti á íslensku eða ensku eða eitthvað svoleiðis. Það skiptir miklu máli þetta.
Sko, þetta verða alltaf málbreytingar og meðan að íslenska lifandi mál sem við viljum að verða í framtíðinni þá breytast, þetta tungumál breytast, við vitum það, við tölum einu sinni indóevrópsku, indóevrópska frummálið og síðan klofnaði hún í 11 dótturmálaættir og við erum afkomendur germansku málaættar, þannig að það liggur bara í eðli tungumála breytast og það sem kannski sérstætt við íslenskunni hvað hann hefur breyst lítið í aldanna rás, sko, út af þessu staðnaða svona samfélagi hjá okkur, en núna þetta alltaf hreyfing og alltaf breytast og kynslóðarnir ekki mikið í samskiptum við hver aðra og börnin læra mikið bara máli hvert af öðru á leikskólanum og af starfsfólkinu þar og við þurfum þetta líka að huga kannski að því líka að þetta frábært að hafa erlend starfsfólk á leikskólum og við þurfum þetta að passa okkur að börnin fái nægilegt máláriti því þau eru kannski eyða 8-9, ekki flest börn 9 tíma á leikskólum 5 vikunar af 7 þannig að þau læra ekkert mikið í málinu á morgnana eftir að koma heim þá daga þannig að það eru 2 dagar sem foreldrarnir hafa. Það er náttúrulega alltaf að koma fleiri rannsóknir sem sýna fram á það að það sem skiptir öllu máli í máltökunni það eru þessi gagnvirku samskipti það sé tala við börnin og þess vegna hef ég nú stundu sagt sko það besta sem við gætum gert fyrir íslenskuna það er að stytta vinnuvikuna til að foreldrar hefðu meiri tíma með börnunum og til að tala við þau var kannski bara í tækjanum. Takk fyrir þetta. Ég hef eina spurningu. Hafið þið einhverja tilfinningu einhverja aðra rannsóknir sem að varandi viðhorfarbundna, ég held að viðhorf skipti öllu máli á endanum. Ég var til dæmis á menntavísindasviði í gær þar sem að mastersnema voru að kynna sína rannsóknir hvað kemur ljós til dæmis að tvítyngd börn að ef að móðirin er af erlendum uppruna og pabbinn íslenskur þá er tungumáli heima íslenska en ekki ef hlutum snúið við og við spara út eitthvað svona viðhorfum sem að liggja undir við ætlum að breyta þessu viðhorfum hafa eitthvað tilfinningu við því þegar þið skoðið viðhorf til ensku og íslensku sem er í grundvallaratriði hvað af þessu er raunverulegur munur á milli aldurshópa og hvað af þessu er bara viðhorf sem breytast með aldri þannig að yngra fólk verði meira afgerandi eftir þess að endist. Sko, við þurfum þetta verður þetta mjög áhugavert að fá niðurstöðunar úr barnakönnuninni af því að þetta yngstu aldurshóparnir þar 3 ára, 5 ára, þau eru fædd eftir að snjalltækjabyltingin byrjaði sko. Þannig að sko eldri aldurshópar hjá okkur þetta eru fæddir löngu áður sko, þannig að þeir fenga ekki þetta massífa, þetta rosalega mikla enska máláriti á máltöku skeiði. Þannig ég held að þetta sé ekki bara svona sýndar, sem sagt, já. Það er rétt, þetta er náttúrulega mjög sko, mikilvæg spurning að hvað af þessu er eitthvað sem að bara hefur alltaf verið mismunandi milli aldurshópa og breytist bara með aldrinum. Kannski komist við eitthvað nær því að geta svarað því í þessum viðtölum þar sem við höfum tölum við fólk í 2 tíma hvern og getum spurt á til náið út í þetta en það er nú til könnun sem var gerð fjölþjóðleg könnun þar sem Háskólinn á Akureyri tók þátt í hefur gerð oftar en einu sinni viðhorf held ég 16 ára krakka til þess hvar þau vildu búa í framtíðinni og mér minnir það hafi síðasta könnunni var frá 2013-14 og það kom í ljós að hlutfall þeirra 16 ára unglinga íslenskra sem sögðust sjá fyrir sér að búa erlendis eða vilja búa erlendis framtíðin það hafði hækkað umtalsvert frá 2003 eða eitthvað svoleiðis. Það gefur kannski einhverja vísbendingu. Já. Nei, reyndar rannsóknir sýna einmitt sko að þau nota stundum framsöguhátt í staðinn fyrir viðtengingarhátt sko, en líka stundum viðtengingarhátt í staðinn fyrir framsöguhátt. Þannig að hann er alveg lifandi, en hann er bara notaður annan hátt sko. Þannig að maður kannski svona En er ekki fyrst og fremst lestur? Er það ekki það sem er að Jú, örugglega mjög stór þáttur og maður er ekkert meðvitaður og ekkert gott að maður sé alveg barn og sé alltaf meðvitaður hvað maður nota viðtengingarhátt eða hvað málfræðiformgreind maður er að nota. Jú, það er ljóst að lesturinn skiptir mjög miklu máli. Svo náttúrulega annað sem sko má ekki gleyma að
við erum ofta ekki að bera saman sko samanburðarhæfa hluti, við erum ofta að bera saman bera málfar nútíma saman við sko dauðhreinsað mál hérna frá því fyrir nokkrum áratugum þegar netið var ekki til, þegar við sáum bara texta, vandaða texta, vel yfirlesna texta og svo framvegis. Það var bara ákveðin hópur sem skrifaði texta sem kom fyrir augu almennings. En núna getur hver sem skrifað texta sem kemur fyrir augu alls heimsins. Það auðvitað skekkir oft svona myndina í huga okkar. Já, fólk kemur óundibúið við töl og tala kannski jafnvel allan daginn í útvarpinu, það ekki, bara alveg óundibúið. Áður var þetta allt lesið upp. En auðvitað er það alveg rétt hjá þér, sko, við tíkarháttur auðvitað horfin úr færeysku, sem er náskildust íslensku. Þannig að við getum alveg búist við að einhver svipaða málbreytinga verði í mjög skildum tungumálum. Þannig að við auðvitað þurfum einmitt að huga, eða það er svona ágefna að einmitt að viðtíkarháttur hverfi, alveg eins og hann gerði í færeyskunni, sko. Og reyndar fleira, svona eins og að segja mig langar eða mér langar, það er horfið, þeir segja bara ég langar. Það var bara komið nefni falli og öll frumlög þar, sko. Þannig að það er alltaf skarra við segjum mér langar, það ekki heldur en að þurfum bara að segja ég langar, sko. Þannig að við þurfum aðeins að horfa svona til þróunar en annar staðar. Það er ekki punktur koma strik sem að það sagði mér hlakkar til og mamma sagði maður segir mig hlakkar til. Já, einmitt, akkurat. Já, það er þetta marga kynsla og mér er eiginlega að segja einmitt mig hlakkar og mig kvíðir, en ég er ekki þáfarsneið að öðru leið, eða sem sagt ekki þáfarsneið en þolfallsneið með þessum tveimur sögnum. Já. En að því bara ég man eftir þessi 3 ár síðan og þá satt ég á ársfundi Árnastofnunar þar sem að menntamálaráðherra þáverandi lofaði fullorðnum skólum hefði farið í þess að gera spurt í máltækni af því það stendur víst á stjórnvöldum að gera eitthvað því að það er tæknifyrirtækin taka við. Er eitthvað að gerast í þessu? Vitið það? Já, það er heilmikið að gerast í. Það eru 450 milljónir á fjárlögum núna og það er sem sagt verið að vinna í því að undirbúa, það liggur fyrir ítarleg verkáætlun frá því í fyrra og það verið undirbúa að hrinda henni í framkvæmd. Já. Vonaði best að vera bjartsýn. Já, þetta er búið að vera velkjast allt og lengi inn í vísum tækniráðum. Bara af einhverju sérstakri ástæðu held ég. Já, og við höfum ekki mjög mikinn tíma, það er nefnilega málið. Og börnin halda áfram að alast upp og Já, þetta er rosalega hraðar. Gerist allt svo hratt. Breytingar, einmitt að þegar við vorum að tala börnina þá þegar ég var 17 ára og 11 ára og það er ótrúlegu munur. Já, akkurat, einmitt. Og maður er, þú veist að segja kannski við hefði einhver verið að miskilja spurninguna með hvort þú talar ensku við íslensku mælandi, ég held að það sé alls ekki þau. Ég er kerandi bæinn með 3-11 ára og svo allt inn bara detta þeir í að tala allir ensku. Hvoru alveg, maður skilur ekki ákveðið, þetta er alveg algjörlega sjálfvirkt. Og ég veit ekki, það er ekki endilega að sé eitthvað meira flott eða bara... Er þeir að tala um tölvuleiki eða eitthvað? Alveg saman hvað. En auðvitað kemur mikið orðaforða eins og þessi 11 ára sonur minn sem hefur svo mikið áhuga á eldamennsku og ég var að búa til kalkun fyrir jólinn og það er fylgi með háls og allt þetta og hann kemur og segir nei, er þetta svona asofókus 11 ára sko og sem hann hafði ekki minnstu hugmyndum sko hvað var á íslensku. Nei, akkurat þetta er þetta sem tala um kokkaþætti á YouTube og þá kannski þegar orðaforðunar var svona mikill og á ensku þá er það kannski auðvitað að tala um alls konar flókin mál bara á ensku frekar en íslensku. Einmitt og maður verður varfið, ég er eina 14 ára aðra 20 og þær nota báðar reynda mikill munur á þeim reyndar þetta eldri les miklu meira svo yngri en þær segja voða mikið svona já ég basically vil þetta ekki eða ég actually geti þetta ekki eða eitthvað og þetta er einmitt út frá þessum landtöku hvar það komið aðeins lengra heldur en bara svona eins og flóðhestur hippo eitthvað skiljið þetta er orðið svona samtals atviksliðir eða svona hvað það heitir og kannski ég myndi segja að þetta eru 2 Pokémonar en yngra fólk segir held ég þetta eru 2 Pokémons er það ekki? Ég held það sko þannig að það eru svona áhrifa Já, það er einmitt sko svona dæmi það sem að sko enskar
beygingarendingar eru farnar að svona smegja sér inn í máli, fyrst sko með erlendum orðum en kannski breiða það síðan úr sér, sko, þá erum við komin til annað stig heldur en að taka einstök orð þegar þá er þetta að fara að hafa áhrif á kerfið. Já, og einmitt, kannski maður nefna eitt B.A.-nemi minn sem að lauk B.A.-ritgerð hjá mig núna í vor, ég reyndar stýrði 13 B.A. og M.A.-ritgerðum, ég séu hvað skorturinn á málfræðingum er mikill, allt og mikið, en Bryndís Bergþórsdóttir, hún talaði við 6 krakka í 3. bekk grunnskóla, 8 og 9 ára íslenska krakka og sýndi þeim myndir og talaði við á ensku til að athuga svona enskan framburð þeirra, hvort þau væru með íslenskan hreim þegar þau töluðu ensku og hún rannsakaði sérstaklega aðblástur eins og þegar við segjum tappi og takki, svona háhljóð sem er sérstakt einkenni á íslensku og einkenni ekki ensku og er rosalega ráðandi í máltöku eins og lítil börn þau segja ekki bara tappi og takki heldur líka, segja ekki hestur heldur hettur, þau alhafa aðblástur þannig að aðblástur er rosalega virk regla í málkerfi ungra íslenskra barna en af þessum 6 það voru 2 sem voru ekki með neitt íslenskan aðblástur þegar þau töluðu ensku, þau voru sem sagt þau ekki Netflix heldur Netflix, eitthvað, ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta ég er ekki fædd saman seint og komil en þetta er allavega, þannig að það verður þetta ótrúlega áhugavert að sjá niðurstöður okkar frá og líka þegar við tökum líka viðtöl við krakkana sko, að sjá sem sagt bæði niðurstöðunar úr netkonunni og svo viðtölurum þar sem við ætlum að rannsaka líka. Ef þetta farið hafa áhrif á framburð, þá erum við komin miklu lengri en við kannski áttum okkur á í þessum landtökuskala. Sko. Jú, og það er náttúrulega eitt sem hefur verið nefnt líka með þessa stafrænu aðstofamenn. Krakkarnir eru fljótir átt sig á því að það þýðir ekki að vera með einhvern íslenskan hreim til þess að Alexa skiljimann. Þau eru enga stund að svissi yfir í amerískan framburð. Ég hef heyrt sögur eftir því. Sko. Já, kannski. Og þetta það eflust eftir því sem áreitið er meira því færar í verða þau, já. Já, þetta er mjög gott einmitt og það sem maður hefur kannski áhyggjur af hér er að það vanti efni á íslensku sem höfðar til barna og unglinga sko. Þess vegna, sko kannski hjá stóru þjóðanum þó að þau standu þetta frammi fyrir því sama þá er kannski meira samt efni fyrir sem á móðmálinu sem höfðar til þeirra sko. Akkurat. Jú, einmitt. Einmitt. En í framhald þessum þá er kannski er að vissan hátt YouTube svona mesta ógnin við íslenskuna af því hvað er til gífurlega mikið af efni alla hluti þar. Ég til dæmis bara svona sem dæmi, ég hef verið að reyna að berjast dálítið í því innan háskólans að íslenska yrði sett upp sjálfgefið íslenskt viðmót á tölvum háskólans og að minnsta kosti notendum boðið upp á það. Ég hef fundið fyrir mikil tregðu gagnvart því og ein helstu rökin sem ég hef fengið gegn því eru að ef maður lendir í einhverju vandræðum
þá bara getur maður alltaf fundið YouTube myndband til þess að leysa úr þeim vandræðum og þau myndband náttúrulega á ensku en ef að viðmótið í törfunum manns á íslensku þá hjálpa þau mann ekki. Þannig að þetta er svona þetta er auðvitað, manni finnst það stórkostlegt að geta fundið myndbönd sem kenna manni hvað eina en þetta getur verið óhefilegt fyrir íslensku. Og við munum náttúrulega aldrei geta komið upp YouTube myndböndum á íslensku það er bara ekki sama mæli. Það er kannski samt sumir hlutir sem að fara í hina áttina sem tæknin er líka farin að þýða ensku yfir á íslensku texta bara okkarlega en alltaf aldrei fullkomið eða hvaða tungumál sem þannig að maður getur verið að skoða alls konar síður og svo bara takk og þýtt allt yfir á íslensku þannig að og það er ef að YouTube myndbönd eru textuð á ensku þá var hægt að sjálfkrafa þýða það yfir á íslensku og jafnvel verður kannski ekki langt í það þau verður raddgreind þannig að það þurfi ekki einu svona textuð og samt vera aftuð á öllum tungumálum þannig að það er svona sumir hlutir virka væntanlega til að styðja við smærri mál. Það er rétt, tæknin vinnur með okkur á margan hátt, en spurningin er bara, hvort það er of seint þar að segja, hvort við erum orðin of vön því, og föst í enskunni vön því að bara nota ensku og við kærum okkur ekki endur að bakka með það er spurning. En þess vegna þetta skiptir öllu máli hverju börnin venjast á máltökuskeiði. Fleiri spurningar?